Ég heiti Áslaug Ég heiti Fanney. og við ætlum að kynna fyrir ykkur svona verkefni sem er í vinnslu. Við höfum búin að vera að vinna að markvisst síðan síðastlið haust. Við byrjum bara ætlum aðeins að kynna fyrir ykkur leikskólanum okkar. Við erum fjóra deilda leikskóli með 78 börn og 26 starfsmenn. Þá er allt talið með. Leikskólinn tókst til starfa 1967, þannig að hann er orðinn rótgróinn í samfélaginu, elsti leikskólinn í bæjarfélaginu. Og við erum með aldursskiptar deildar, við erum með hreinan aldur, þar að segja við erum með bara, yngstu börnin eru 2018 og svo, við erum með hreinar aldursskiptar deildir. Við höfum verið í mikilli þróun bara öll þessi ár og tekið þátt í alls konar verkefnum í gegnum tíðina. Við erum voða stolt af vettvangsferðum í nær- og fjærumhverfi og við höfum notað, það er sterk hefð fyrir að nota umhverfið okkar sem kennslutæki og nota Eina kennslustofuna. Nota það sem hluti af námsumhverfinu okkar. Og þetta er svona eins og áttagar. Já. Við hefum í gegnum tíðina farið með litla og stóra barnahópa með okkur og notað umhverfið okkar. Þetta er tekið inn í týndu Njarðvík, innri Njarðvík og sést þarna gamalt torfbær sem er förum reglulega í heimsókn. Við erum með við vorum fyrstu leikskóli sem er þessum áfanga á Suðurnesjunum að fá grænfánan og það var í kringum 40 ára afmæli skólans, þannig að það eru komið 10-12 ár síðan. Og við erum búin að fá fánan 5 sinnum og svo erum við að sækja hann núna í ár. Leikskólinn hefur mikla hefð fyrir alls konar þróunarverkefnum og við erum ofboðslega mikið fyrir að gefa út alls konar svona bækur. Sem að nýtast öðru líka. Og nýtast öðrum og þarna er upptalin þessi verkefni sem við höfum farið í útgáfu á. Það eru vettvangsferðir, það er handbók sem var gefin út fyrir mörgum árum síðan. 15 árum, það er áður en ég byrjaði þarna. Meira, það er með 20 ár síðan. Síðan var verkefni sem heitir Með bók í hönd sem er orðaspjall og sú bók hefur verið kennd inn í Kennaraháskóla og er núna í einum áfanga sem er mál og mállæsi og slíkt. Síðan nýlegri verkefni bók sem við köllum Garðurinn okkar og það er verkefni sem var byrjað á 2012 og þar vorum við að því að leikskólinn er lítill á Flatamáli og við lendum í, það var svona, kveikjan var að það var erfitt að fá pláss, þannig að það var farið að huga að því að garðurinn eða útisvæði sem venjulega talað á öðrum leikskólum en við tölum garðinn okkar, þá var farið að vinna að endurbótum að honum. Það verkefni hefur verið í þróun og við höfum gáum út bók það líka. Síðan þarna verkefni sem heitir Lengi býr að fyrstu gerð og það svona málörvunarverkefni sem við erum að tengja við starfið okkar líka. Og þarna sjáum þið mynd af henni Báru okkar sem hvalastelpan okkar sem við erum að bæta orðaforða og þarna fullt af orðum sem kannski tilheyra svolítið náttúrunni, eitthvað sem villt, maldra í móinn og minnsta og bragðgott og súrt og þetta svona
ef þið hafið áhuga þá getið þið haft samband við okkur. Við erum það. Við erum með það. Ég veit ekki, á að vera eitthvað spurningar, eða bara spurningar í lokin kannski? Já, fólki gerst það ekki verið að spyrja í lokin, sko, en ef það er aðkallandi þá er allt í lagi að grípa inn í. Svo er líka tjatti líka. Ok. En haldið þið bara áfram. Ok. Já. Í næsta nágrenni okkar er sem sagt skrúðgarður bæjarins, við erum stödd í miðbænum og og það sem sagt skrúðgarðurinn er svona sameiginlegur garður bæjarfélagsins og við erum búin að taka að okkur sem sagt lítinn skika innan skrúðgarðsins og það er þessi rauði hringur þarna sem er afmarkaður innan. Sjáu þið það ekki? Þannig að já. Já. Já, við sem sagt við höfum unnið að ýmsum verkefnum og já, þetta er 5 mínútna fjarlægð frá leikskólanum og já. Þeir eru í samstarfi, þarna hófum við samstarfi með Garðyrkjufélagi Suðurnesja, Suðurnesdeild, með Aldi-garðinum, að setja niður alls kyns ávaxtatré og ýmislegt annað. Okkur langar aðeins að tengja þessar vettvangsferðir og við tengjum það þarna við grunnþætti menntunar og eru myndir úr starfinu við hugum að heilbrigði og velferð. Þetta er tekið allar myndirnar sem koma núna í framhaldi eru teknar í þessum skrúðgarði sem við notum sem kennslustofu í útikennslu. Þarna erum við að huga að heilbrigði og velferð. Það er jafnvægisæfingar, æfðar á leiðinni í skrúðgarðinn. Þarna er líka heilbrigði og velferð. Nota náttúruna, snerta og skynja og koma við og hlaupa frjálst og þeir þættir frjálsi leikir og mikil hreyfing, af því þarna getum við bara hlaupið eins og við eigum líf að lesa. Sjálfbærni, við höfum tekið upp, gert ýmis verkefni og þarna er til dæmis verkefnið úr Hobbs-verkefninu sem hún var með kynningu á þarna áðan og þetta er eitt af verkefnum úr þeirri bók. Þannig að við höfum unnið að svona sjálfbærniverkefnum og tengja saman við náttúru, vísindi og sköpun og þarna eru þau að finna og búa til andlit og finna það sem þau finna í garðinum, í skrúðgarðinum. Vísindi, þarna erum við að förum við í skrúðgarðinn og höfum með okkur vasaljós og notum myrkrið og förum bara snemma morguns eða bara í desember þegar myrkrið er alls ráðandi. Núna fyrir jólin þá var skemmtilega nýjung í skrúðgarðinum okkar. Það var skreyttur af mörgum leikskólum og þarna eru þau að leita að skiltinu sínu okkar, það sem við skreyttum í myrkrinu. Skreyttur garðurinn með ýmis og við lögðum þunga áherslu á þegar við vorum beðin að skreyta, við lögðum þunga áherslu á að skrauti væri þannig að annað væri það lífrænt eða það myndi nú ekki fjúka út í veður og vind út í. Já, þannig að við höfum það að bara leiðarljósi. Við höfum erum mikið fyrir sköpun og við tökum oft með okkur vatnsliti og annað til að skapa út í náttúrunni. Þetta eru 4 ára börn og eru þannig í litlum hóp. Já. Við teljum að alls staðar sé hægt að nýta staði til að vera með sköpun. Læsi í skrúðgarðinum okkar er líka svona vísir að tjörn, þarna er búið að tæma hana, hún er svona manngerð en þarna er svona sandur sem að hægt að leika sér og skrifa í
og við leikum okkur að tengja þarna náttúruna við læsið. Og við notum sprek sem teikni og Við finnum okkur efni við til þess að geta skrifað með. bara leika með steina og það sem fellur til. Og þetta ótrúlega skemmtileg skemmtileg svæði. Við vinnum að lýðræði og jafnrétti og þarna má sjá að þarna sem kannski stærri mynd af þarna eru 2 deildar saman og svo sést í bakgrunum að það voru fleiri deildar þannig nóg pláss fyrir alla. Þannig að þarna það að því við erum ekki með íþróttasal og þá notum við svæðið til útileikja. Svona kenna ýmsa hreyfileiki og hvetjum til að þáttaka allra. Og lýðræðið, þegar áður en við leggjum af stað, þá kjósa þau og þarna sést lítil stúlka sem við leggjum fyrir kannski 2 myndir. Önnur myndin þarna úr skrúðgarðinum og hin myndin einhver annar staður, áfangastaður í umhverfinu og við látum þau hafa lítil notum svona íspinna, sprek og þau kjósa og við leggjum mikið upp úr því að þau kjósi þannig að það leynileg kosning þannig að þarna sitja þau á bak og sjá ekki hvað hinir kjósa. Svo talið eftir á. Telja og þannig getum við tengt við stærðfræðina. Og þannig að þau hafa valið að geta kosið hvert þau vilja fara í vettvangsferðin. Og þarna önnur verkefni sjálfbærnina og þarna meira svona litatengt og þetta líka verkefni úr Hobbit-bókinni sem við höfum verið að tileinka okkur eftir þessa verkefni að vinna með þeim. Síðan færum við okkur þarna inn í þennan litla skika sem við erum í köllum aldingarð æskunnar og þarna erum við að taka þennan litla skika í fóstur og í samstarfi við Garðyrkjufélag Suðurnesja og tengjum við og þarna eru þau að Þetta fáum við tilbúnar plöntur til að gróðursetja. Og við erum búin að þrífa reitina eins og sést þarna. Við taka þátt, virkan þátt og það getur verið allir gangstundur og taka lítinn hóp og stundum tökum við bara alla deildina og bara þarna eru þau að hlúa að og þeim finnst þetta ótrúlega spennandi að drösla þessum fötum með sér og róast með hrífur og þau eru þarna með fá nesti og þetta allt möguleiki því að við erum bara í 5 mínútna göngu færi frá leikskólanum. Stutt að hlaupa ef eitthvað ávantar. Þau reyta arfa, við kennum þeim orð og þarna kemur inn þessi orðaforðaaukning þar sem við tölum við þau illgresi, ræktun, við bara dælum inn arfi, við leikum okkur með orðin og blóm og tré og litir. Og þarna líka hvetjum við höfum búin að vera líka aðeins að vinna með hvað þeim finnist vanta inn í þennan litla reit, koma með hugmyndir. Þau voru að tala að þeim vantaði bíli, þannig að þetta hefur verið svona, við leitum eftir skoðana þeirra hvað var hægt að gera þannig að við getum dvalið þarna lengur. Við hugum að því að tína rusl og skoðum það sem á að vera og það sem á ekki að vera. Og þannig eru litlar lífverur og stórar og stundum tökum við lífverurnar með okkur heim. Við finnum kóngulær og
stundum finnum við hunda og ketti og við getum verið að skilja þá eftir. Nei, já. En svo tökum við notum ruslabingo og allavega hana. Þarna eru líka leikir, þau hafa komið út plöntum og í garðinum og þarna erum við myndir Þetta er eins og hoppverkefni. í hoppsverkefninu þar sem þau eiga að leita að plöntunum. Og hérna, við erum bara svona að spreyta okkur áfram með það. Þetta var hefur verið ótrúlega skemmtilegt að vinna þetta. Svo er það samstarfi og þarna erum við í samstarfi fengið þarna hjá Garðyrkjufélaginu og þau hafa verið ótrúlega eljusam að hjálpa okkur að verða okkur út Lauka og koma með og aðstoða okkur. Þarna er formaður félagsins, Konráð, sem og okkur þykir vænt að hann er fyrirverandi læknir hérna hjá sjúkrahúsinu og við þekkjum hann öll og það er svo ótrúlega gaman þegar þau sjá þarna þetta kynslóðabil og einn sagði hann er eins og afi og svo yndislegt að fá þessa tengingu við að það er einhver úti í samfélaginu sem vill vera með okkur. Tengja svona eldri kynslóðana með yngstu. Þetta er mjög svona gefandi verkefni. Þarna hann er að sýna þeim og leiðbeina þeim og þarna drógum við okkur bara sem kennari hlé og hann er að kenna þeim og sýnir þeim hvernig laukurinn á að fara niður og mikil gleði. Þannig að þetta rogast með þessa póka, laukpókana og koma þessu niður og nú bíðum við eftir vorinu. Og þessi myndi tekið svona ofanfrá, þannig að við getum horft yfir svæðið. Frá öðru sjónarhorni. Og sjónarhorni, þannig að það er svona pallur, þannig að það er hægt að horfa yfir. Og stundum tökum við með okkur tilbaka og færum okkur tilbaka og erum með vísindin inni í kennslustofunni. Þannig erum við með köngla og fræ af rósarunnu sem eru þarna. Og svo litla pönnu sem voru alveg að tapa sér að reyna að sjá. Og já, og meira var það nú ekki, það kannski. Takk fyrir. Takk fyrir.